Komiði sæl. Mörg þúsund Íslendingar hafa farið í meðferð á Vogi vegna ofneyslu áfengis eða annarra vímuefna. Í síðasta fréttaauka sögðum við frá því að áfengisneysla á Íslandi hefði aukist 40% á undanförnum 10 árum og því ljóst að vaxandi fjöldi fólks á við áfengisvandamál að stríða hér á landi eða mun eiga það þegar framlíða stundir. Við ákváðum því að kynna okkur hvernig meðferð á sjúkrahúsinu Vogi fer fram. Áður en sjúklingurinn mætir á Vog verður hann að vera búinn að hringja og sækja innlögn. Vogur, góðan dag. Það er nú einhver bið, þú getur kannski komist inn eftir svona 2-3 daga. Það er líklega á miðvikudaginn. Þú þarft að koma með náttföt og nærföt og sokka og inniskó. Og mæti bara upp úr svona milli 10 og 12. Við í fréttaaukanum höfum fengið til liðs við okkur Helga Jóhannesson, samstarfsmann okkar hjá sjónvarpinu, til að leggjast inn á Vog. Það skal tekið fram að Helgi á ekki við áfengisvandamál að stríða en ætlar að setja sig í spor þess sem þarf á bráða innlögn á Vogi að halda. Svo við getum sýnt áhorfendum hvernig hún fer fram. Sjúklingarnir eru í mjög mismunandi ástandi þegar þeir mæta á Vog, sumir koma allskáðir en aðrir eru enn undir miklum áhrifum. Þá eru margir illa haldnir af fráhvörfum. Það er náttúrulega sjúkrahús, þú ert náttúrulega að koma hérna mjög veikur og ert að fara að leggjast inn á spítala. Já. Nú segja þær mér að þeir sjúklingar sem eru að koma hérna inn í innlögna líti miklu verð út heldur en þú gerir núna. Þannig að þú ert kannski ekki gott dæmi svona... Ég kannski ekki gott dæmi, svona vel til hafður, en það, ég veit ekki, það er kannski allur gangur á því. Það er alls konar fólk sem væntanlega kemur hingað. Líkamlega eru margir drykkjusjúklingar illa á sig komnir vegna langvarandi neyslu, auk þess sem taugakerfið er illa farið. Helgi. Sæl vertu. Sæl. Heiti Sesselja og velkomin. Gjör svo vel. Innlögn á Vog er ferli sem tekur 1 til 2 klukkutíma. Fyrst er sjúklingurinn skráður inn og sjúkraliði útskýrir umgengnisreglurnar á Vogi og spyr hann helstu atriði varðandi áfengisneyslu eða aðra vímuefnanotkun. Mikið hefur verið að gera þennan dag eins og nánast alla aðra daga og Helgi er 11. sjúklingurinn sem er lagður inn í dag. Við erum með svona verðmætageymslu þar sem við geymum verðmæti fólks í svona körfum. Ef þú ert með ilmvatn eða rakspíra, GSM-síma, peninga, lykla, kort og öll svona verðmæti langar mig til að biðja þeim að setja hér í þessa körfu. Verðmætageymslan okkar er opin 4 sinnum á dag og ef þú reykir og ert með auka tóbak þá er gott að geyma það hér ofan í. Það er margt sem kemur á óvart á Vogi. Já. Til dæmis að hvorki er leyfilegt að hafa tölvur eða farsíma og þar er hvorki sjónvarp né útvarp eða myndbandstæki. En sjúklingarnir geta lesið bækur og dagblöð. Hvers vegna má fólk ekki vera með GSM-símana sína hérna? Hugsunin á bak við það er svo að fólk sé fyrir minnstum truflun hér inni. Að það bara fái tækifæri til að einbeita sér vel að sjálfu sér. En ilmvötn og rakspírar, er það því það getur verið áfengi í því eða? Já, það er sko alkóhól í þessum vörum, flestöllum, og það er til fólk sem að drekkur þetta. Þess vegna er þetta bara ekki leyft. En hvað, ég tek eftir því líka að því er beint til ungs fólks að það með ekki komið báns hansi? Já, þetta er góð leið til þess að smygla hér inn eiturlyfjum. Þess vegna er þetta bara ekki leyft. Er þetta þá svona eins og fangavist eiginlega? Nei, alls ekki, alls ekki. Það er alls ekki eins og fangavist. En við verðum að sjá til þess að ekkert komi hér inn sem er ólöglegt. Þegar fyrsta viðtalinu er lokið og sjúklingurinn er komin í náttföt og slopp, sem er einkennisklæðnaður meðferðastöðva eins og Vogs, þá er farið með sjúklingin á fund læknis. Sumir sjúklingarnir eru það illa haldnir eða hreinlega í svo mikilli vímu þegar þeir leggjast inn á Vog að það þarf að keyra þá milli herbergi í hjólastól, en það er sem betur fer ekki algengt. Og þú hefur aldrei verið hérna á Vogi áður? Nei. Hefur þú farið með fyrir annar staðar? Nei. Nei?
Því næst farið með Helga inn á sjúkrastofu á efri hæð en þar liggja sjúklingarnir fyrst eftir að þeir koma inn eftir nánu eftirliti, annaðhvort á einbýli eða tvíbýli. Þegar lengra líður á meðferðina sjúklingurinn færður á neðri hæðina og þá eru yfirleitt 4 saman á stofu. 60 sjúklingar eru að jafnaði á Vogi í einu. Þetta fólk á öllum aldri og úr öllum áttum þjóðfélagsins sem að koma hingað til ykkar? Já, það á öllum aldri. Það alveg frá bara úlingum. Það eru ekki margir að koma mjög ungir úlingar hérna. Flestir eru nú komin í svona 17-18 ára en það eru samt að koma 14-15 ára krakkar hérna. Þau eru fá sem betur fyrr. Og alveg yfir áttrætt og allt þar á milli. Og þetta alls konar fólk, bæði konur og karlar náttúrulega? Já, konur eru í þriðjungurinn af þeim sem kemur og reyndar þau stærra hlutfall af yngsta hópnum, þar eru stelpunar næstu því til jafns við drengi. Og já, það koma úr öllum stigum þjóðfélagsins og það auðvitað mjög mismunandi úr hvernig neyslu fólk að koma á hvaða aldri það Eldri eru oft með áfengi og lyf og yngri eru með áfengi og ólögleg vímuefnin. Hjúkrunarfræðingurinn gefur Helga lyf við fráhvörfum. Oftast gefið róandi lyf sem kallast Librium sem minnkar fráhvörf en í þessu tilfelli Helga aðeins gefið B-vítamín sem reyndar einnig nauðsynlegt við aðstæður sem þessar því margir alkóhólistar þjást af B-vítamínskorti. Og svo þarf að mæla blóðþrýsting því áfengisfráhvörf valda oft mikilli hækkun á blóðþrýstingi og púls. Engar heimsóknir eru leyfðar á Vogi í þá 10 daga sem meðferðin tekur. Sjúklingarnir mega þó fá sendingar að heiman, til dæmis hreinan fatnað og slíkt. Þá geta sjúklingarnir hringt í vini og vandamenn úr almenningssíma sem þarna á vissum tímum dags. Hvað ef að sjúklingur vill hætta við og bara, hætta við að fara í meðferð? Já, þá fer hann bara heim. Honum alveg frjálst að gera það? Já, hérna koma allir bara fúsum og frjálsum vilja. Samt eru auðvitað margir hérna sem koma á skilyrðum, eðlilega, kannski frá vinnunni eða maka, foreldrum eða fjölskyldu. Og það ekkert slæmt við það. Því hvað betra en að fara í meðferð fyrir börnin sín, það mjög gott. Og oft á tíðum þegar fólk kemur inn undir þessum skilyrðum, þá það oft eftir nokkra daga alveg steinhissa. Það skildi ekki hafa komið fyrir 10 árum eða 5 árum og mjög ánægt. Síðar daginn svo tekið til óspilltra málana og Helgi komin í sína fyrstu hópmeðferð. Bara verið velkomin öll og verið vinsælast og tekið niður hettuna. Takk. Við ætlum í dag að tala svona afleiðingar af neyslunni og svona hvernig hún hefur komið niður á okkur og svona kannski vera þá einblína á þetta andlega, svona hvað ykkur fundist, svona, ég meina af hverju þið vilja hætta að nota vímuefni og reyna þá að tengja þessu andlega. Og ef við byrjum bara á nýja mannum í grúpunni, og kannski leyfir svona þeim aðeins að heyra hver þú ert og af hverju þú ert komin og svona áður við förum í... Í hópmeðferðinni fær Helgi meðal annars að kynnast því að hann langt frá því að vera svo eini sem á við áfengisvandamál að stríða. Þið eru 3 menn í sloppum en þið eru ekki sjúklingar, þið eru starfsmenn hérna. En það sem þið eigið sameiginlegt að þið eruð alkóhólistar, óvirkir, ekki satt. Á það... Jú, það á við okkur alla. Og hjálpar það mikið í þessu starfi að hafa verið í neyslu? Já, ég held að það geri það mikið í byrjun. Að þekkja kannski innviði sjúkrahússins og eitthvað kannski aðeins út af hvað meðferð gengur. Fórstu að læra þetta eftir að þú fórst í meðferð? Já, þegar ég var búin að ná tilsettum tíma allskáður, þá kom ég hérna. Þá vaknaði áhuginn allavega á þessu eftir ég var í meðferð. Hvað langt síðan þú hættir að drekka? Það eru 3 ár og 6 mánuðir, líklega. Hvað svoleiðis? Upp á dag, nánast? Nei, ekki alveg, upp á dag, cirka. Hvað langt síðan þú hættir að drekka? Það að verða 6 ár. Og gefur það þig mikið að vera hér að starfa við þessi málefni? Já, það gerir það. Það komið mér sér óvart hvað þetta hafði mikil áhrif á mitt líf að byrja að vinna hérna. Eru flesti starfsmenn óvirkir alkóhólistar? Nei, alls ekki. Það er mjög margir en alls ekki flestir held ég. Ég veit ekki hvað hlutfallið sko, en ætla að sé ekki 50-50.